Þegar verkefni í Inkscape eru fullunnin þarf að stilla lit, gerð og breytt skurðarlínu fyrir laserskurð. Þetta er nauðsynlegt til þess að laserskurðarvélin skeri eins og til er ætlast. Hér er mynd sem ég ætla að skera út með laser og til þess að undirbúna fyrir laserskurð þá þarf ég að byrja á því að fara hér í Object og velja Fill and Stroke og ég þarf að byrja á því, eða skiptir kannski öllum máli í hvaða röð ég gera það, en það er eðlilegast að skoða fyllinguna fyrst, þar sem hún er hér, fyrst í flipin og ég tek fyllinguna í burtu. Þá hverfur endar myndin, en það er allt í lagi. Næst fer ég í Stroke Paint, þetta eru útlínurnar og ég smelli á kassa númer 2 til þess að setja útlínur. No paint eða engar útlínur. Og í öðru lagi þá þarf ég að hafa útlínurnar hárauðar, alveg 255. R-litagildið í RGB skalanum getur farið frá 0 upp í 255 eins og hinn litagildin og ef að R-ið er í 255, G og B er í 0 þá er þetta alveg hárautt. Og A, alfa gegnsæð, það líka verið 255. Nú, þá er það þriðja og síðasta skrifið, það er að fara hér í Stroke Style. Þetta er gerðin af línunni, eða þyktin, breiddin, og ég vel millimetra og í slaginn 0,02 og íta á Enter. Skurðarlínurnar eru sem sagt rauðar og það eru 0,02 millimetrar. Það er alveg til í dæminu að laserinn sé stiltur þannig að skurðarlínurnar eigi að vera í einhverjum öðrum lit en í þessu tilfelli eru það rauðar og þar eru það mjóar að það er sjást alltaf. Það er að því sjá svona inn og þá sjást þar alveg og þar eru sýnilegri þegar þetta er flutt út í PDF-skjali en þetta er allavega reglan. Rauðar útlínur 0,02 millimetrar. Ef að þetta er ekki gert þá mun laserskirinn ekki átta sig á því að þetta er útlínun sem þú vilt skera og mun bara ekki skera neitt.